Hjartanlega velkomin öll sömul í kirkju í dag og gleðilegan hvíldardag. Við skulum hefja þessa stund með því að syngja saman, við skulum hefja þessa stund með andlátsfregn. Ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Ég er búin að rísa á fætur. Ég því miður andlátsfregn að færa, en trúsystur okkar, hún Herdís Kristín Breiðfjörð Björnsdóttir, lést mánudaginn 14. júlí og útför hennar mun fara fram í Kyrþey. Blessuð sé minning hennar og við skulum hafa stutta stund til að minnast hennar. Við skulum lúta höfði. Amen. Já, við skulum núna syngja sálmi númer 64, Þú hæsti Guð. Já, það er dásamlegt að eiga svona góðan Guð að. Og nú skulum við syngja sálmi númer 311, Legðu mitt höfuð.
skulum ljúka uppreikningunu í Estrabók kafla 5 og það vers 13. Og það er Ester 5:13. En allt þetta mér ekki nóg meðan ég sé Mordekai gyðing sitja í konungshliði. Við skulum biðja. Kæri drottinn, við þakkum þér fyrir þennan dýrða dag sem þú hefur gefið okkur, hvíldardaginn. Og þakka þér fyrir að við getum komið hérna saman sem trúsystkini og fjölskylda. Ég bið þig að vaka og vera með okkur á þessari stundu og ég bið þig að leiða okkur. Viltu tala til okkar með þínum heilaga anda í gegnum ræðumannin? Við þakkum þér fyrir það að þú gafst líf þitt fyrir okkur og viltu hjálpa okkur, drottinn, að vera eins og þú, ljós í þessum heimi. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja salminn númer 146, Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Já, það styttist í að Jesús sé að fara að koma aftur. Og við skulum núna taka upp gjafir og þær renna til
Safnaðarsjóðs. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir alla góða gjafir og það tækifæri til að geta gefið til þíns málefnis. Ég bið þig að blessa þessar gjafir og margfalda og mætti verða þínu starfi til blessunar og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Já, nú höfum við verið heiðruð með því að fá tónlistaratriði. Gjörið þið svo vel. Happy Sabbath, every church. My name is Moses. Góðan daginn, ég heiti Sóley. Við ætlum að syngja lag sem heitir Þegar Jesus á ensku. Imagine how it would have been to see him when he rose again, to touch his wounded hands and feet, and know he died for you and me. These hands have found the piercing nails of the very hands that heal us. These feet that climb the lonely hill are the feet that walk beside us. These eyes that saw the deepest pain now see the best
that walk beside us. His eyes that saw the deepest pain now see the best within us. He knows my heart, he knows my name. This is Jesus, the truth, the life, the only way. This is Jesus. Amen. Takk fyrir þetta, krakkar, þetta var dásamlegt. Jæja, krakkar, nú komið að ykkar sálmi og svo mun vera barnasaga. Við skulum taka vel undir. Jesús hann oss elskar öll. Jæja, krakkar, komið nú fram og hlusti á söguna. Ég sýnist að hún Ester ætla að segja ykkur sögu. Gangið hérna fram. Ester, ætla þú að segja söguna á íslensku eða ensku? Ensku, ok, ég þýði á íslensku. Þessi mikrofón. Þú ræður hvort þú notar hann. Já, takk hann bara. Gaman að sjá ykkur í dag. Ég ætla að tala sögu á ensku. Og þessi sögu, this story takes place on a farm quite a long time ago. Þessi saga gerðist á bóndabæ fyrir löngu síðan. Let's see, there's some children who want to come and sit at the front, so let's see if we can get seats. Að gera krakka, komið hana fremst. Or maybe should they come and sit up here? And then I could do it. Ég þið megi líka sitja þannig í trappanum eða viljið. Okay. So on this farm there were 4 children. Á þessum bóndabæ voru 4 börn. There was Joey. Það var Jói. Davy. And there was also Angie and Mary. Og Angie og Mary. And they worked really hard taking care of the things on the farm. What kind of jobs do you have to do on a farm? Þau þurftu að taka til hendinni og vinna mikið á bóndabænu. Hvað þarf að gera á bóndabæ? Do any of you children know what kind of things you might have to do on a farm? Hvað haldið að þurfa að gera á bóndabæ? Anyone? Engin? Veit engin hvað að gera? Yes. Já, take care of the animals. Yeah, like give them food, right? Gefa þeim mat. Plow, yeah, they have to get the fields ready to plant things, good? Já, það er að planta matjurtum.
Take care of the animals, you said? Passi upp á dýrin. Good. All right, so these 4 children were used to working hard. Og And þessi, oftentimes children who have a lot of responsibility can often do it on their own. And one time their parents said they were going to be leaving to go away and they were going to leave the children in charge. og börnin voru oft vön að vinna ein og þau voru að standa sér vel og eitt sem voru foreldrarnir að fara og ætla að láta börnin þetta ein. So Mary was the one, I don't know if she was the oldest, but she was definitely the bossiest. Mary var kannski, ég veit ekki hvort hún var elst, en hún var samt duglegust að stjórna. So she was the one, the others were like, oh no, Mary's going to be telling us all what to do because she's so bossy. Og þá hugsuðu allir krakkarnir, Mary ætlar að segja við okkur hvað við að gera því hún svo frek. Do any of you children have a bossy sibling who likes to tell you what to do? Eigið þið systkini sem finnst gaman að vera stjórna ykkur og stýra? Yes, some of you might. So the others were worried about that. But as it turned out, when their parents left, Mary wasn't actually so bossy. She let them kind of do what they liked. They were having ice cream every day. Þannig að þegar María þegar foreldrar voru farnir, þá var Mary ekkert svo slæm. Hún leyfði þeim að fá ís. They were having like waffles with syrup for breakfast. They were having a lot of free time, although they did get their chores done as well. Og þau fengu vöfflur með sírópi í morgumat og fengu bara að gera það sem þeim síndist en þurftu þó að sinna skyldum sínum. And the week seemed to be fun. It went by quickly and suddenly they realized, oh no, tomorrow our parents are coming back. Og svo leið vikan og svo allt í einu uppgötvuðu þau, á morgun koma foreldrar okkar. So then Mary did start to get a bit bossy. She's like, okay, well the house has to be perfect. So you have to do this and you have to do this and you have to do this. Og þá byrjaði Mary að vera dálítið stjórnsöm og segja krakkanum, þú átt að gera þetta, þú átt að gera þetta og þú átt að gera þetta. And Davy, he wanted to have the jobs outside with the big kids, to do things help outside. But she gave him all the jobs like dusting in the house. Og Davy, hann vildi vera úti með stóru strákunum, en hún fekk honum bara verkefni þar sem var inni til dæmis að þurrka af. So he was already fed up with that. He didn't like dusting. And then she told him he had to wash the dishes. Oh, he really didn't like washing the dishes. Og hann vildi það ekki, og svo sagði hún honum að fara að vaska upp, og hann vildi ekki gera það. And it seemed to get worse from there. And then she says, now you need to go and she asked him to clean up his room. He really didn't want to do that either. Og svo sagði hún að fara að þrífa herbergið sitt, og hann vildi ekki gera það heldur. But the worst thing was that she told him he had to go and polish all the shoes to make them all shiny. I don't know if any of you polish shoes, but you have to take this black polish and make them all shiny all around. Og svo sagði hún að fara að pússa skóna með svona skósvertu, því hvort hefði séð það. By this time, he was just fed up. Og þarna var hann orðið ofsalega þreyttur á þessu. So when she was telling him off for doing it too slowly, Og þegar hún var að skamma hann fyrir að vera að vinna of hægt, he grabbed that thing of shoe polish as he stormed into the sitting room. og þá tók hann skósvertuna, hljóp inn í stofu And he put the brush inside the shoe polish. og setti bustan í þessa skósvertu. And because he was so annoyed, he took that brush of shoe polish and he threw it at the wall. Og þá tók hann þá og henti þessu beint á vegginn. And when he looked up at that beautiful wall in the nice sitting room that was his mother's favorite room in the house, and he saw that it was all black, he felt terrible. His stomach started feeling sick. Og þegar hann sá að hann var búinn að gera stofuna sem var uppáhald móður hans svona ljóta, alla út í skósvertu, þá byrjaði hann að líða svo illa. He's like, she is going to be really upset because she really liked her sitting room and all the nice furniture in there. And he got so worried, he ran out and he hid in the barn. Og hann hugsaði henni eftir að líða svo illa yfir að sjá stofuna sína svona alla ljóta og skítuga, og þannig að hann hljóp bara út og faldi sig út í hlöðu. So he hid there and he stayed there all the rest of that day until his older brother came to find him. Og svo var hann þarna bara allan daginn í felum þangað til eldri bróðir hans kom og sótt hann. And he knew what had happened, but he told him to come in the house. And he came in the house and he tried to go to sleep, but he was feeling really bad about what happened. Og hann sagði hann að koma inn í hús, og hann fór inn í hús og fór að sofa, en hann leið rosalega illa yfir þessu sem hann hafði gert. Well, the next morning, he woke up to hear his parents coming. And he was feeling bad again, thinking, oh no, they're going to find out. Og næsta dag þá heyrði hann, nú eru foreldrar mínir að koma, og hann leið svo illa áfram yfir þessu sem hann hafði gert.
But they walked into the house and they seemed happy and they were saying how nice it was to see all the jobs done and the house was tidy and everything was clean. Og þau kom inn á heimilið og sögðu mikið allt fínt hérna og hreint og vel til haldið. But they hadn't gone in the living room yet. En þau höfðu ekki komið ennþá inn í stofu. And to make it worse, he heard that his parents had invited the neighbors over to come and visit too. Og það versta var að foreldrarnir höfðu boðið nágrönnum að koma í heimsókn. So when they were all about to go into the living room, his heart was sinking, thinking, oh no. Og svo þegar þau voru að fara inn í stofuna, þá byrjaði hann að hafa verulegar áhyggjur. But when they walked into the living room, everyone was saying how lovely it looked in there and how tidy it was. And he walked in behind and he looked up at the wall, expecting to see it all with the black shoe polish, and it looked perfect, clean and nice. Og þau gengu þarna inn í stofuna og sögðu mikið þetta falleg stof og allt hreint og fínt hérna, og þá fór hann á eftir þeim og sá, heyrðu, það var bara hreinn og fínn veggurinn, ekki með svona svartri skósvertu. And when the people had finished in the room, he went up afterwards and looked at the wall. Og svo fór hann þegar allir voru farnir út og horfði vel og vandlega á vegginn. And he noticed, because it was wallpaper, that someone had cut out some paper just about the size of where that black shoe polish mark was, and they'd pasted it on there, and it looked like it had been sanded all the way around. Og hann tók eftir því að það hafði einhver sett einhvern hvítan pappír og pússað í kring yfir veggfóðrið þar sem að bletturinn var. And he was so amazed to see that. It looked like it had never been dirty. Og hann var svo hissa, það leit út fyrir eins og það hefði aldrei gerst neitt. And he found out that his sister had gone to the attic and she had found some paper just the right size, and she'd cut it out and she'd put it there and made it look just perfect. Og hann vissi ekki að systir hans hefði farið upp á háaloft og fundið hennar pappír og sett hann þarna til þess að það liti vel út. She had made it as though nothing had ever happened. Hún lét eins og ekkert hefði í skorist. And the point is that Jesus does the same thing for us. Og það sem að Jesus gerir einmitt það sama. The things that we do, that we make mistakes on, the things that are so bad and sometimes so dirty that we don't want anyone to know. Þetta sem við gerum sem oft svo ljótt og svo vont og við viljum ekki neitt vita af. He's willing and he's able to cover them all up as though they never happened. Og hann tilbúin til að hylja þetta allt eins og hefði aldrei gerst. And just like his sister who didn't go around making things worse and telling everyone what he did, Jesus treats us in the same way. Og alveg eins og systir hans fór ekki að klaga hann út allt, þá kemur Jesus líka svoleiðis fram við okkur. Let's have that same attitude in how we treat others when they make mistakes. Við skulum hafa þetta viðhorf til annarra þegar þeir gera mistök. And be thankful that God does that with us and the mistakes that we make. Og við erum þakklátt fyrir það hvernig Guð kemur fram við okkur þegar við gerum einhver mistök. Thank you. Takk fyrir. Já, þá ætlar hann Adam Randinn að koma og tala til okkar. Já, fjárstrengi og það þarf að kveikja á henni. Good morning, everyone. Góðan daginn allsamvel. It's good to be here with you. Gott að vera hér með ykkur, meðal ykkar. The last time I was in Iceland was 2019. Síðast ég var á Íslandi var það 2019. Before the pandemic, Áður en að farsóttin kom. the world has changed a lot in 6 years. Og heimurinn hefur breyst mikið á þessum 6 árum. We also had a little baby then. Við áttum líka lítið barn þá. Now our son is 6 and our daughter's 2. Og nú sonur okkar 6 ára og dóttir okkar 2 ára. Thank you for the translation. Já, það þakka mig fyrir að þýða fyrir hann. Sorry I cannot speak in Icelandic. Ég ekki sáttur með að geta ekki talað íslensku. I used to blame my mother. Ég átti það til að kenna mömmu. And now she says you're old enough to learn yourself, so stop blaming me.
Og hún segir, þú ert nógu gamall til þess að lára þetta sjálfur og hætti að vera skammast í mér. So I apologize. Þannig að ég biðst afsökunar. This morning, Í dag, before we go into the sermon, I'd like to invite you to bow your heads for prayer. þá langar mig til þess að bjóða ykkur að lúta höfði í bæn áður en ég held áfram. Father in heaven, as we open your word, Drottin á himnum, þegar við erum að opna orð þitt, I pray that you would speak through the pages of Scripture viltu tala til okkar í gegnum biblíuna and speak to our hearts. og tala til hjartna okkar. Amen. Amen. In England, I live in a small little village called Cotgrave. Ég bý í litlu þorpi sem heitir Cotgrave á Englandi. It used to be a coal mining village. Þetta var einu sinni kolanámubær. And as I walk to the park in the morning or afternoon with my children, we go past this display. Og þegar við förum út að ganga í eftirmiddeginum, ég og fjölskyldan mín, þá göngum við fram hjá þessu þarna. Of old mining equipment from a coal mine. Þetta eru verkfæri sem voru notuð við kolanámugröft. The sign at the bottom always strikes me when I read it. Og þetta kallar sterklega til mig þetta skilti þegar hvert skilti sem ég les það. It says to commemorate the men and women of Cotgrave Þetta til minningar karla og konu sem bjuggu í Cotgrave, who gave not only their labor or their work, sem gaf ekki bara starf sitt, but sometimes their health en stundum heilsu sína, and even their lives. jafnvel líf sín. And then it's the last line. It says to fuel the wheels of industry. Til þess að hjól iðnbyltingarinnar gætu gengið. So they gave their life, their health, their work to just keep this big industrial machine moving. Þau gáfu líf sitt, heilsu og bara til þess að allt þetta geti gengið áfram iðnaðurinn. And it makes me wonder every time I read that about what is my, and I say what is your purpose in life. Og þá hugsa ég alltaf þegar ég lesi þetta, hver minn og þinn tilgangur í lífinu? If when we die, the only thing that could be said about us is that we just contributed to the economy or industry. Hvort að það sé bara það sem hægt að segja okkur þegar við föllum frá að við höfum gefið allt okkar fyrir að það gangi vel fjárhagur. Purpose. Tilgangur. Does anyone recognize this man here? Kannistu við þennan mann? His name is Russ Cook. Hann heitir Russ Cook. Some people say he's the hardest man in the world. Sumir segja hann sé harðasti maður í heimi. What did he do to get that title? Af hverju fékk hann þennan titil? Hvað gerði Well, hann? one day he was in Turkey Einu sinni var hann í Tyrklandi and he decided to run og hann ákvað að hlaupa back home to England. heim til Englands. And he did it. Og hann gerði það. So, he got famous. Og hann var frægur fyrir það. So then he decided to run Africa. Þá ákvað hann að hlaupa Afríku endilanga. He set off from the bottom of Africa Hann byrjaði þarna neðst á botninum and he took 352 days og tók 352 daga and he ran to the northmost point in Africa. og hljóp til nyrsta staðar í Afríku. He ran an average of 45 kilometers a day, 45.000 kilometra á dag hljópa hann. 358 marathons back to back. How many marathons? 358. 358 marathon. What a purpose in life. Já, hvílíkur tilgangur í lífinu. Some would say that's a great honorable purpose. Og sumir myndu segja að það mikill heiður í þessu. Other people would say En aðrir myndu segja that some men will do extreme things to avoid therapy. að sumir gera ýkta hluti til að komast hjá því að fara í meðferð. What is your purpose? Hver tilgangur þinn? Purpose is linked to identity. Tilgangur tengist því að vera að sjálfsmyndinni. If you have a Bible, turn with it to the book of Esther.
Ef að þið eru með Biblíu þá skulum við opna hana í Estrarbók And we're going to look at a story here that's familiar to many of you. og við ætlum aðeins að líta á sögu sem að kunnug mörgum hér I believe we have a few Esthers in church today. og við erum með jafnvel nokkrar Esterar hér í dag í kirkju. Now, the book of Esther Estrarbók is an interesting book áhugaverð bók for a few reasons. Vegna fáeinna ástæðna. The book of Esther does not mention God. Í bókinni aldrei minnst á Guð The book of Esther does not mention the temple. og það heldur ekki minnst á musterið. The book of Esther does not mention miracles. Bókin minnist ekki á kraftaverk There's no mention of prayer in the whole book of Esther. og hvergi minnst á bæn í bókinni And there is seemingly no concern for the biblical law. og þar virðist ekki neitt hafa áhyggjur af því að fylgja eftir lögum Biblíunar. Esther in some ways is different to the book of Daniel. Estrarbók ólík Daniels bók. In the book of Daniel, Daniel is very proud of his Jewish identity. Í Daniels bók þá Daniel mjög stoltur af því að vera gyðingur. Daniel is very clear about what he will do and what he won't do. Daniel mjög skýr hvað hann mun gera og hvað hann mun ekki gera. Whereas in the book of Esther, it's a little bit more gray as opposed to black and white. En í Estrarbók þá þetta meira svona grátt í staði fyrir að vera svart og hvít. The book of Esther has sensuality and brutality. Estrarbók bæði með svona, það verið að ýja kynlífi og mikilli ofbeldi. And in the book of Esther, the crisis forces her to make a decision. Og í Estrarbók þá aðstæðurnar sem að þvinga hana Ester til að taka ákvörðun. Whereas in Daniel, he decides what he will do before the crisis. En í Daniels bók þá það Daniel sem ákveður fyrirfram hvað hann muni gera áður en að erfiðleikarnir koma. So we like to preach from Daniel more than Esther. Þess vegna finnst okkur skemmtilegra að predika frá Daniels bók heldur en frá Estrarbók. Because it's more simple Af því það einfaldara or clear. eða skýrara. You know, when we look at the reformers, John Calvin, one of the famous reformers, Þegar við horfum á siðabótarmennina, John Calvin til dæmis, he never preached from the book of Esther. hann predikaði aldrei frá Estrarbók. Martin Luther, Og Martin Luther, he also did not like the book of Esther hann líka ekki við Estrarbók. because of some of these things mentioned here on the screen. Út af þessu sem nefnt hérna upp á þessum skjá. But Jewish rabbis hold the book of Esther in very high esteem. En rabbjar gyðinga, þeir líta á þessa bók mjög, eða bera mikla veringu fyrir bókinni Just some Jewish context. Og út frá gyðinglegum forsendum. The city of Jerusalem has been destroyed by Babylon. Jerusalem hafði verið eitt af Babylonumönnum. The Jews go into captivity, Gyðingar fara í ánauð. or as exiles in the word we use in English. Þeir fara með þá í útlegð. And this is where the term Jew begins to be used. Og þar byrja þeir að nota orðið gyðingur. Because the Jews were the children of the tribe of Judah. Af því að gyðingar voru börn sem komu frá Júda ættkvíslinni. It's prophesied in Jeremiah both of their exile and their return. Og það var spámaðurinn Jeremías sem spáði fyrir það að þeir yrðu herteknir og þeir fengi að koma tilbaka aftur. But the time period where Babylon was the world empire, see you have it here on the wall there. Á tímanum sem að Babylon var heimsveldi, eins og þið sjáðu hérna á þessum vegg á þessari mynd, It doesn't last forever, and Babylon would be defeated by the Persians. og þeirra veldi endist ekki að eilífu og þeir voru sigraðir af Persum. And the Persian Empire was a huge empire, if we look at today's countries. Og Persa heimsveldið var mjög stórt. It went from Pakistan in the east to Greece in the west. Fór alveg frá Pakistan í austri til Grikklands í vestur. And it went from Sudan in Africa in the south up to the Caucasus Mountains of Georgia in the north. Og frá Súdan í suðri upp til Kákasus fjallana í norðri.
The Persian Empire initially was led by Cyrus. Og persneska heimsveldið var leitt af Kýrusi. And he's prophesied in the Bible in Isaiah 44 and 45. Og Jesaja spái fyrir hann í kapla 44 og til kapla 45. A little bit more context before we read Esther 2. Og við skulum aðeins líta áfram á samhengið áður en við höldum áfram. These are specific books of the Bible and the target audience of who they were written to. Og hérna eru bækur í Biblíunni og þarna markhópurinn sem þær voru ætlað. So Haggai was written to the Jews, the few Jews who stayed behind in Jerusalem when all the rest were in captivity. Þannig að Haggai var skrifað til alla gyðingarna sem urðu eftir, þeir fáu sem urðu eftir þegar þeir voru hernumdir. We call those the remnant. Og þeir eru kallaðir leifarnar. The Jews who returned when they were given permission, the book of Ezra and Nehemiah is written to them. Og þegar gyðingarnir sem komu tilbaka aftur úr útlegðinni, Esra og Nehemía að skrifa til þeirra. But the Jews in what we call the diaspora. Og gyðingarnir in what? The Jews who were scattered, they've gone to other countries. Já, gyðingarnir sem höfðu dreifst allar jarðir. That's who the book of Esther is written to. Og Esterbók skrifuð til þeirra. Now, the country today where the Persian Empire was centered Landið í dag, þar sem persneska heimsveldið hafði sinn miðpunkt, is the country of Iran. það Íran. This is the city of Tehran, Og þetta Teheran borg, a beautiful city, mjög falleg borg, one that I've wanted to visit for a long time, sem ég hefur langað að heimsækja í langan tíma. and hopefully they can stop bombing each other so I can go. Og vonandi hætta að sprengja hvern annan svo ég geti farið. Iran has some key historic sites. Það eru í Íran nokkrir lykil staðir. This is the city of Persepolis, or part of it, Þetta hluti af borginni Persepolis, where Shushan the palace was. þar sem Susan höll var. This is believed to be the childhood home of Esther before Mordecai adopted her. Og það talið að Ester hafi alist upp þarna í þessu húsi áður en Mordecai ættleiddi hana. And you say, how do we know? Hvernig vitum við það, spyrjið þið? Well, the Jewish community in Iran is one of the oldest Jewish communities in the world because it goes back to the exile. Gyðingarnir í Íran eru elsta gyðingahópurinn sem til eftir að þeir fóru úr útlegðinni. And every year on the Jewish festival of Purim, Og hverju ári þegar Púrin hátíðin haldin, the Jewish community would make a pilgrimage out here. þá ganga þau og fara pílagrímsferð til þessara byggingar. This year, Purim was on March the 15th and 16th. Mars 15. til 16. var þessi hátíð haldin, Púrim hátíðin. And on the Jewish festival of Purim, they read the book of Esther every morning and every evening. Og þegar þessi hátíð haldin, þá lesin Esterabók bæða mótnana og kvöldin á hátíðinni. The children have rattles. Og krakkarnir fá hrossabresti. And every time they hear the name of Haman, they rattle and hiss. Og þegar þau heyra nafnið Haman, þá snúa hrossabrestinum. During World War II, Og í síðari heimsstyrjöldinni, in the concentration camps, í fangabúðum, many of the Jews read the book of Esther as encouragement that God would deliver them again. Þá lásu margir gyðingar Esterabók með það í huga að Guð myndi frelsa þá aftur. And today, Jews still celebrate Purim every year, and they party like no one else. Og enn í dag halda gyðingar þessa hátíð, Púrim hátíðina, og halda hana mjög svo hátíðlega. I found these videos on Instagram, Ég sá þessi myndbönd á Instagram. and it said no one knows how to party like Orthodox Jews on Purim. Það veit engin hvernig á að halda hátíð nema strangtrúaðir gyðingar á Púrim hátíðinni. This is when they read the book of Esther, Þetta þegar þeir lesa Esterabók. and they remind themselves how God delivered his people.
Og þeir minna sjálfsög á það hvernig Guð frelsaði fólk sitt. So Esther chapter 2 En við skulum fara í annan kapla Esterar and verse 5. og í 5. vers. This verse is key in our study of the book of Esther because this is the one verse really in the book Þetta lykil vers í bókinni that tells us the religious affiliation of Mordecai. sem segir okkur hver trúarleg afstaða Mordekai var. And it says, in Shushan the palace, there was a Jew whose name was Mordecai. En í borginni Súsa var gyðingur nokkur að nafni Mordekai. And the Bible goes on and tells us that he was from the tribe of Benjamin. Og Biblian segir að hann var af Benjamins ætt. This is an important detail because Ezra chapter 1 verse 5 Þetta mjög mikilvægt vegna þess í Esra 1:5 tells us that the children of Benjamin went back home. segir að börn Benjamins ættar fóru tilbaka. Yet here we have one of the Benjamin tribe who didn't go home. En hér við með mann sem var af Benjamins ætt sem fór ekki heim. Now another important point about Esther is this. Og annað atriði varandi Estarabók þetta. When you read through the book, Þegar við lesum í gegnum bókina, the writer of the book doesn't make judgments on the characters in the book. þá það rithöfundurinn sem ekki að dæma sögupersonurnar í bókinni. I've heard some preachers say, well, Mordecai should have gone home. Ég hef heyrt suma predikarar segja Mordekai hefði átt að vera farin heim. So he was, I'm not sure how you say it in Icelandic, but in English we use the term, he was a backslidden Jew. Það eins og hann hefði fallið frá trúnni. But the author never says that. En höfundurinn segir það ekki. Also, yeah, we'll carry on. So we have Mordecai. Við erum með hann að Mordekai Verse 7 tells us og vers 7 segir that he brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter. og hann var fósturfaðir Hadassa, það Esterar, dóttir föðubróður hans. And the Bible tells us that she's fair and beautiful. Og Biblian segir hún hafi verið fagur, vaksin og fríð sínum. Her parents have died and he brings her up as his own daughter. Foreldrar hennar höfðu látist og hann elur hann upp sem sína eigin dóttur. Now verse 8 and 9 Við förum í vers 8 og 9 tell us that the king had a problem. að segja okkur að Guð var með vandamál. You would say part of the problem was how he treated his wives. Nú, maður myndi segja að hluti af hans vandamáli var það hvernig hann kom fram við konuna sína. Because in chapter 1 he has a party Í kapla 1 var mikil veisla haldin and he wants his wife to come to the party og hann vildi að konan hans kæmi í veisluna and his wife says no og konan hans segir nei and he kicks her out the palace. og þá henni sparkað út úr höllinni. Now sometimes we're like, oh, what a terrible wife. Og kannski getur maður sagt mikið var þetta slæm eiginkona. If you knew what happened at Persian parties where all the men got together, Ef þið vissu hvað gerðist í veislum í persneska heimsveldinu þegar að karlandi komu saman, then you also would say no to your husband's request to come to the party. og þá myndið líka segja nei við eiginmann ykkar að fara í veisluna. He wasn't asking his wife to come there and just stand and look pretty. Hann var ekki að biðja konuna sínum að koma og standa þarna og líta vel út. His wife was to come there and please the men there. Og hún átti að koma þarna og láta karlmennina þarna líða vel. When she refuses, Þegar hún segir nei, he gets embarrassed þá verður hann sér til skammar and decides he needs a new wife. og hugsaður ég þarf að fá nýja konu. So he does, when we tell our children what he does, we say he does a beauty competition. Og þegar við erum að segja börnum söguna, þá segjum við, já, svo hélt hann fegurðarsamkeppni And they walk in front of him and he picks the most beautiful one. og þær ganga fram fyrir hann og hann velur sér fegurstu konuna. But the Bible account doesn't actually say that. En Biblía segir ekki frá því þannig. The Bible says they go in at night Biblían segir þau fara á nætuna, nóttina, and they come out in the morning. Kvöldið og koma svo aftur næsta dag út. And they're not playing Uno during nighttime. Og það ekki verið að spila Uno meðan að þessu stóð. So Esther goes in, Ester fer þarna inn and when she went in, Mordecai tells her, verse 10, og ef við förum í 10. vers þá sjáum við hvað Mordekai segir henni. don't tell anybody you're a Jew. Ekki segja neinum að þú sért gyðingur. So she goes in, she comes out. Hún fer inn og út. Now it's interesting as well on the point of morality.
Það er líka áhugavert varðandi siðgæði that the writer of the book of Esther doesn't get involved in the morality debates. að rithöfundur bókarinnar hann fer ekkert inn í að ræða hvort þetta hafi verið siðferðislega rétt eða rangt. They record it and leave it. Bara þetta var bara skrifa niður og látið vera þannig. So Esther goes in, she comes out, and the king says he likes this one more than the other ones. Og Ester fer þarna inn, fer út og konungurinn segir að hann hafi líka hún best. I will make her my wife. Og ég ætla að gera hana eiginkonu mín. That's verse 16, 17, 18. Og það getur við séð í 16, 17 og 18 versi. Then verse 20 tells us another bit of context. Svo fyrir við í vers 20, þar er verið að tala líka umhverfi sem við erum í. It says Esther had not yet shown her people or her kindred as Mordecai told her to do. Ester hafði ekki sagt frá ætt sinni eða hverja þjóðar hún væri, svo sem Mordecai hafði boðið henni. Why did she keep it quiet? Af hverju heldur hún þessu leyndu? Maybe there was anti-Semitism. Kannski voru einhverjir á móti gyðingum. But either way, Esther conceals her identity on Mordecai's orders. En eins og kemur fram, þá dylur hún hverra ættar hún vegna þess að Mordecai sagði henni að gera það. Who decided she should go and audition to be the queen? Hver sagði henni að fara í þessa fegurðarsamkeppni til að verða drottning? It's not her decision. Þetta ekki hennar ákvörðun. Mordecai tells her she should go. Mordecai sagði henni að fara. Mordecai tells her to conceal her identity. Og Mordecai segir henni að hylja sína ætt. Now, the end of chapter 2 Og svo þegar koma lok kapla 2, are a few verses about how Mordecai hears that the king is going to be assassinated. að þá heyrir Mordecai að konungurinn það launsátur konunginn. And he tells Esther to tell the king about this plot. Og hann segir Ester að segja konginum þetta. And he says, let them know that I told you. Og látt hann vita að ég sagði þér frá þessu. So they tell the king, Hún segir konginum. his life is saved. Þau bjarga lífi konungsins. And chapter 3 verse 1 Og ef við förum í kapla 3 fyrsta vers. says, and after these things Og eftir að þetta gerðist, did the king promote. að þá fékk hann stöðuhækkun. Who should be promoted? Hver ætti að fá stöðuhækkunin? Mordecai. Yeah. But it says, after these things, the king promotes Haman. En þá það Haman sem að fær stöðuhækkunina. Throughout the book of Esther, you have this constant thing where you think the story is going this way, and then it pivots this way. Og við höldum þegar við erum að lesa Esterabók að hún sé að fara í þessa átt, en þá hún allt í henni að fara í allt aðra átt. So Haman gets promoted, Haman fær stöðuhækkun and Mordecai refuses to bow down to him. og Mordecai neitar að hneigja sig fyrir honum. So Haman gets really upset that Mordecai is not bowing down to him. Og þá Haman svo reiður að Mordecai ekki að hneigja sig fyrir honum. He gets so upset Hann verður svo reiður. that he calculates how many Jews live in the Persian Empire. Fór hann að reikna út hvað margir gyðingar búa í persneska heimsveldinu. He calculates how much tax they pay over a certain time period. Og hann reiknar út hvað mikinn skatt þeir borga við viss tímabil. And he goes to see the king. Og hann fer að tala við konginn. And he says, if I give you this money, 10,000 talents of silver, Ef ég gefi þér þennan pening, 10.000 talentur af silfri, can I kill all the Jews? má ég þá drepa þá alla, gyðingana. And the king, because he's not a moral man, Og konungurinn sem ekki fullur af siðferði, yeah, okay, yeah, go kill him. já, farað bara eftir það. So the law is passed that the Jews on a set date will be killed. Þannig að þá gefið út lög að á vissum degi munu allir gyðingar vera drepnir í ríkinu. Now we come to chapter 4. Og nú komum við að 4. kapla Esterabókar. And in chapter 4, the Bible says, Og Biblían segir, when Mordecai knew that the law had been passed, verse 1, og í öllum þeim skattlöndum þar sem skipun konungs og lagabóð hans kom, he rents his clothes and he cries. And verse 3 says, there's great mourning among all the Jews. var mikill harmur meðal gyðinga og fasta, grátur og kveinan. Their people are about to be destroyed. Og þarna fólk sem að mun vera eitt. And so Mordecai responds by putting on sackcloth and ashes and mourning and weeping.
Þannig að Mordekai fór í sekk og ösku og grét And he does it in the gate of the city. og hann gerði það við hlið borgarinnar. Have you ever seen someone weep and weep and weep Hafið þið séð einhvern sem grætur og grætur og grætur and cry and cry? og grætur? You see sometimes on the news a whole village is destroyed by a hurricane or tsunami and there's one survivor. Þið hefur kannski séð þegar heilt þorp eyðist í flóði eða í hvirfilbyl og það er kannski eitt sem lifir af And they cry and they cry. og þau gráta og gráta. So Esther hears that Mordecai is embarrassing her. Og Mordekai núna að verða Ester til skammar. So she sends some clothes to him and says, put these clothes on, stop embarrassing me. Og hún sendir hann föt og segir hann og hætti að vera að láta mig líta illa út. And Mordecai tells these people and says, by the way, in case you didn't hear, Og hann segir fólkið bara að þið hafið ekki vitað. this is verse 7, they're going to destroy all the Jews. Mordekai sagði að þeir ætla að eyða öllum gyðingum. And verse 8 says, he even gives them a copy of the law so she knows it's true. Og hann meiri sér lætur hann að fá afrit af þessum lögum sem voru gefin út til þess að hún segja að vera satt. And verse 8 says, go and ask the king to not to kill us. Og hann sagði, farðu til konungsins og segðu hann að drepa okkur ekki. Now Esther then responds, Og þá svarar Ester. and she says, verse 11, Í 11. versi segir hún, I'll summarize the verse. ég ætla að draga saman versið. She says, I cannot go into the king. Ég get ekki farið fram fyrir kongin. I can't go. Ég get ekki farið. If I go Ef ég fer, and the king doesn't hold out his golden scepter, og ef konungurinn réttir ekki út gull veldisstafinn sinn, then I will die. þá mun ég deyja. I can't go. Ég get ekki farið. And they send that message back to Mordecai. Og hún sendir þessi skilaboð til Mordekai, So Mordecai sends another message back. og Mordekai sendir skilaboð tilbaka. And he says there in verse 13 Og hann segir í versi 13, and 12 and 13, 12 og 13. he says, do you think you're going to escape? Heldur þú að þú munir sleppa? I don't know. Is he threatening her? Hann að hóta henni? Or is he just saying, eventually the king will find all the Jews? Það hann að segja, já, hann mun uppgötaða kongurinn að þú ert gyðingur. And then he appeals to her sense of purpose and he says, who knows if the reason why you were born Já, og hann svo reynir hann að ná til hennar, hvernig hún skynjar hver hlutverk hennar og hann segir, hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma. Maybe this is the whole purpose of your life. Kannski þetta tilgangur lífsþíns. And he sends that message back to Esther. Og sendir svo skilaboðin til Esterar. And he says, who knows Hver veit, if you weren't born for this time? nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma. Esther then responds. Þá svarar Ester. And verse 16 is a beautiful response. Og þetta fallegt svar frá Ester í versi 16. You see, Mordecai presents her with a serious problem. Mordekai að sína henni fram á alvarlegt vandamál. And she responds initially by quoting the law, verse 11. Og hún svarar með því að vitna í lögin. He responds again and says, you need to do something. Og hann svarar og segir, þú þarft að gera eitthvað. And this time she realizes Og svo þarna uppgötur hún. that maybe I will need to break the law. Kannski þarf ég að brjóta lögin. I'll go to see the king. Ég ætla að fara að hitta kongin. But she responds in verse 16 En hún svarar í versi 16 with a spiritual response. með andlegu svari. And don't miss this point here. Og ekki missa af þessu. Initially she responds and says, I can't do it, it's the law. Fyrst segir ég get ekki gert þetta, þetta bara lög. He says, you better do it, or you're going to die, or you might die anyway. Og hann segir, þú verður að gera þetta, annars getur þú jafnvel sjálf dáið. And now she responds, and her response to the problem is a spiritual solution. Og svo svarar hún og svarið andleg lausn. We may have problems in our lives that seem insurmountable. The response to them should be a spiritual response. Og það getur verið vandamál í lífi okkar og svör okkar við því á að vera á andlegum nótum.
The book of Desire of Ages 667 says, in every difficulty, we are to see a call to prayer. Og í bókinni Þrá aldanna, þar kemur fram að leið einlægninnar ekki leið sem auðveld heldur, en við eigum að sjá í öllum erfiðleikum kall til bænar. Another point that I want to bring out from this part here. Við langar að tala þennan hlut hérna. In the 10 chapters of the book of Esther, Í 10. kafla Estarabókar and the dialogue between Mordecai and Esther, og það sem á sér stað samtal milli Mordecai og Ester, verse 14 is the last time that Mordecai tells Esther what to do. þá það síðasta skipti sem Mordecai segir Ester hvað hún á að gera. You see, before this, Mordecai says, come live with me. Fyrst sagði hann við hana Ester, komdu og búðu hjá mér. She says, okay. Hún segir já. Mordecai says, go see the king and try and be a queen. Og svo segir hann Ester, farðu og reynda að verða drottning. She says, okay. Hún segir já, ok. And the Bible says, Mordecai commands her. Og Biblían segir að Mordecai að segja henni að gera þetta. Then Mordecai says, don't tell anyone you're a Jew. Svo segir Mordecai ekki segja neinum og segja gyðingur. She says, okay. Og hún segir já, allt lagi. But from this point onwards, En frá þessum stað hér, Mordecai no longer tells Esther what to do. Rather, Esther now tells Mordecai what to do. að nú Mordecai ekki lengur að segja Ester hvað hún á að gera, heldur hún að segja Mordecai hvað hann á að gera. Something happens between verse 11 and verse 16. Eitthvað að gerast á milli 11. og 11 and 16. 11. og 16. vers. Esther always knew she was a Jew. Ester vissi alltaf að hún væri gyðingur. But now she embraces her identity. En nú hún að fagna því hver hún And as she embraces her identity, it comes with a sense of purpose. Og þegar hún uppgötvar hver hún þá finnur hún líka fyrir tilgangi. Mordecai no longer commands and tells her what to do. She is now in charge of her life from chapter 4:16 onwards. Og nú Mordecai ekki lengur að segja henni hvað hún á að gera, heldur hún núna að stýra sínu eigin lífi. Esther goes from being a passive participant of the story to an active participant in the story. Hún fer frá því að vera óvirkur einstaklingur í sögunni yfir það að vera virkur einstaklingur í sögunni. Some of us are just passive in our spiritual lives. Sum okkar bara passív á okkar göngu, Other people's actions and what they do to us determines what we do. Hlutlaus. Það sem annað fólk gerir bara hefur áhrif á okkur og leiðir okkur. But when you take control of your own spiritual life, En þegar þú tekur stjórn á þínu eigin andlega lífi, it comes with a greater sense of purpose and you know where you're going. og þá kemur meiri tilgangurinn í lífið og þú veist betur hvert þú ert að fara. From someone who's not controlled by their circumstance to someone who controls their circumstance. Frá því að vera stjórnað af aðstæðunum yfir í það að vera sá sem stjórnar aðstæðunum. When Esther accepts who she is, Þegar Ester bara meðtekur það hver hún it's only then that she has a real purpose in her life. það var bara þá sem hún fékk yfir sig þannig tilgang lífs síns. When we accept our identity in Christ, Þegar við meðtökum okkar sjálfsmynd í Kristi, it is then that we gain a sense of purpose in this world. og þá fáum við tilgang í lífinu. It's interesting as a side note to mention in Esther chapter 5 verse 3 Ef við förum í Ester kapla 5 vers 3, that Esther is referred to as Queen Esther. og þar talað Ester sem Ester drottning. Before this point, she is always referred to as Esther the Queen. Og áður en við komum á þessu þá alltaf talað Ester sem At least in the English. It doesn't work in Doesn't Icelandic. work, okay. Yeah, it's the same. But one of them is a description, one is a title.
Já, annað er að segja Ester drottning, það bara verið að segja að hún sé það, og svo Ester drottning, það titillinn hennar. Has any of you read this book? Hafið þið lesið þessa bók? Já. It's a fascinating story Þetta áhugaverð saga. of a German man who was around 45 years old, Þetta var þýskumaður sem var 45 ára gamall, who got conscripted to serve in the German army. sem var sendur í þýska herinn. And it's a fascinating story of how he remained faithful to his identity while he's fighting for this terrible war machine. Og það merkilegt hvernig hann náði að vera helgaður Guði þrátt fyrir hann væri að vinna fyrir þessa stríðsvél. He was fighting on the German Eastern Front. Hann var að berjast á austurvígvelli Þýskalands. Which, if you look at a map of Europe today, he was basically in the country of Ukraine, Hann var eiginlega í Úkraínu, ef við lítum á landabréf. fighting the Russians on that side. Og þar var hann að berjast gegn Rússum. Now, as soldiers do, Og það sem að hermenn gera. they would have discussions in the barracks and say, do you think we'll win the war? Og þeir voru með samræður, þar sem þeir sváfu og voru að velta fyrir sér hvort að þeir myndu vinna stríðið. Now, if you said Germany will not win the war, you could be shot. Og ef þú segðir Þýskaland mun ekki vinna stríðið, þá getur þau orðið fyrir því að vera skotin til dauða. But he would sit there in the barracks and tell the other soldiers, Germany will not win the war. Og hann satt þarna á meðal hermannanna og sagði, Þýskaland mun ekki vinna stríðið. And they would say, why? Og þeir myndu spyrja, af hverju? And he would say, because the Bible says so. Og hann sagði, af því að Biblían segir það. He would then turn to Daniel chapter 2, Og þá fór hann í Daniel annan kafla sem er þessu where plakati, you have that statue on the wall there. Það sem að fjallar styttuna. And he would go through all the kingdoms and he would show the feet and toes is a mixed bunch of European nations. Og hann fór í gegnum alla þessa málma og fór niður til tánna þar sem er blandaði leir og járn. Now the word got out that this soldier is speaking treason against the Third Reich. Og það komst út orðramur það að þessi hermaður væri að tala gegn Þriðja ríkinu og væri þar að leiðandi föðurlandssvikari. And so his bosses found out and they called him into their tent. Og yfirmenn hans fréttu af því og kölluðu á hann. And the officers asked him, do you believe Germany will win the war? Og yfirmennir spurðan, heldur þú að Þýskaland muni vinna stríðið? Now the right answer is to say yes and then say Heil Hitler, salute and walk out. Nú það besta sem hann hefði geta gert var að segja, jú, þeir munu vinna, Heil Hitler og labba svo út. And he says no, we will not win the war. Og hann sagði, nei, við munum ekki vinna stríðið. And then they say, why do you believe that? Og þá spurður, af hverju trúir þú því? And he says, let me give you a Bible study. Og þá segir hann, ég skal lesa hans með ykkur í Biblíunni. And he takes them through Daniel chapter 2. Og hann fer með þá í gegnum annan kafla Danielsbókar. Therefore, he says, I believe we will not win the war because Europe will never be united. Og þess vegna trúi ég því að við munum ekki sigra þetta stríð því að Evrópa mun aldrei sameinast. They thanked him for his Bible study and told him he could leave. Þeir þökkuðu honum fyrir þessa biblíu rannsókn og leiðu honum að fara. They didn't shoot him that day. Hann var ekki skotinn þann daginn. And a day later, En daginn eftir, one of the officers comes to him. þá kemur einn yfirmaðurinn til hans. And you have to understand the context of what he says to get what he says. Og þið verðið að skilja samhengið til að skilja hvað hann var að segja. You see, if the Germans had to surrender, Ef að Þjóðverjar þyrftu að gefast upp, they had two choices of who they surrendered to. þá voru tveir valmöguleikar til hverra þeir myndu gefast á vald. They either surrender to the Russians on the east, Annarkvort myndu gefast Rússunum á vald, or they surrender to the Americans, the British, the Canadians, etc. on the west. eða gefast vestur þjóðunum, þá myndu vera Bandaríkin, Kanada og svo framvegis. Now he's all the way in Ukraine. En þarna eru þeir í Úkraínu. So if they surrender, they're surrendering to Russians. Þannig að ef þeir myndu gefast upp, þá myndu þurfa að gefa alltaf bátinn til Rússana. But after his Bible study, En eftir að þeir önsuguðu biblíuna með honum, the officer came to him and said these words. og þá sagði yfirmaður hersins þarna við hann, Every time we get a shipment of oil from headquarters, alltaf þegar við fáum senda olju frá yfirvöldunum, save some oil.
setjið til hliðar olju. When he said save some oil, Þegar hann sagði setjið til hliðar olju, what he's saying is, hvað hann að segja? I believe your Bible study. Ég trúi á því sem þú vorst að segja úr Biblíunni. I believe Germany won't win the war. Ég trúi því að Þýskaland muni ekki sigra þetta stríð. I do not want to surrender to the Russians. Ég vil ekki gefast Rússum á vald. I want to surrender to the Americans. Ég vil freka gefast Bandaríkjamönnum á vald. Save some oil so these vehicles can go from Ukraine all the way back to Germany or Austria with enough fuel to get there. Settu til hliðar olju svo við höfum nóg af olju til að komast tilbaka til Austurríkis og Þýskalands. You see, when the Germans knew they were going to lose, Þegar Þjóðverjar vissu að þau voru að fara að tapa, everyone on the east tried to rush as far west as they could because they did not want to go to a Siberian camp. þá reyndu allir Þjóðverjar að drífa sig yfir til Þýskalands því þeir vildi ekki lenda í síberískum fangabúðum. But most of them did not make it En flestir náðu ekki að komast because they didn't have enough oil. af því þeir voru ekki með nóg eldsneyti. His whole regiment, En öll hans herdeild, all of the soldiers in his unit, allir hermennirnir í hans deild, they all made it back to the west þeir náðu að komast tilbaka because they had enough oil af því að þeir voru með nógu mikið af olju to make it home. til að komast heim. When he was asked the question about his spiritual identity, Þegar hann var spurður að því hver hans sjálfsmynd var andlega where to give the right answer he could be shot, eða trúarlega og það að gefa rétt svar hefði geta verið það að hann hefði verið drepinn, where the circumstances were against him, þar sem að aðstæður voru gegn honum, he gave the right answer, which was very brave. þá gaf hann rétt svar sem að var gefið af miklu hugrekki. He saved his own life, Hann bjargaði sínu eigin lífi and he saved the lives of all the men that he fought with. og hann bjargaði lífi allar þeirra sem að voru að berjast með honum. When he was true to his identity, Þegar hann var hliðhollur sín eigin mynd, sjálfsmynd, his purpose and his destiny was secure. að þá var hans framtíð trygg. Today, God has blessed his children and his grandchildren. Nú hefur Guð blessað mikið bæði börnin hans og barnabörnin hans. They're all leaders in Europe, America, and our church. Þau eru öll leiðtogar innan okkar kirkju bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. And I believe God has blessed the faithfulness of the family as they continue to influence other people. Og Guð hefur blessað þau og þau áhrif sem þau hafa á okkur. Esther's purpose was linked to her identity. Tilgangur Esterar var tengdur hennar sjálfsmynd. May we find our identity in Christ. Mættum við finna okkar sjálfsmynd í Kristi. May we, like him, embrace it. Mættum við eins og hann fagna því. May we not be ashamed of it. Mættum við ekki skammast fyrir það. And may our identity and our purpose and our mission in life be secure. Mætti sjálfsmynd okkar í þessu lífi vera örugg. Amen. Amen. Takk kærlega fyrir þetta, Adam. Og nú skulum við ljúka með salminum 401. Jesú Kristi er kært að fylgja. 401. Trusted by
verður þú með blessunarorð. Shall we pray? Skulum biðja. Father in heaven, Faðir okkar á himnum, we thank you for the privilege that we have today við þakkum fyrir þau forréttindi sem við höfum í dag. to be called children of God. Að vera kölluð börn Guðs. May we understand the great significance of that. Hjálpa okkur að skilja hversu mikilvægt þetta er. And just like Esther Og rétt eins og Ester, understood her purpose, hún skildi sinn tilgang. may Lord you speak to our hearts and give us a clear idea of our purpose today. Megi þú, Drottinn, tala til hjartna okkar og segja okkur skýrt hver okkar tilgangur er hér í dag. As we live for you. Þegar við lifum fyrir þig. In Christ's name, Í nafni Jesú Krist. amen. Amen. Þá komið að tilkynningum. Eru einhverjir með tilkynningar? Ég er með eina tilkynningu. Bara að minna ykkur á það að nú er presturinn og trúboðinn Louis Torres að fara að koma til landsins. Það fer að hefjast þjálfun í trúboði á Hlíðardalsskóla 15. ágúst og verður þá í mánuð. Og við munum vera með opinbera samkomur hérna vikuna eftir að þetta hefst. Og ég vil endilega hvetja eitt og sérhvert okkar að hugsa eitthvað í lífi okkar sem okkur langar til að bjóða að koma. En áður en við bjóðum skulum við biðja fyrir þessum einstaklingi eða einstaklingum. Þannig að Heilagur Andi hefji starfið fyrir okkur. Nú skulum við